Nú svo það fyrirsætt númer 3. Þetta af nútímanum okkar sem ég mæli auðvitað með að fólk lesi reglulega. Nútíminn fréttamiðill sem að tekur önnur teik á málefni líðandi stundar heldur en gengur að gerast í hinum miðlum. Það alveg óhætt að segja það. Og þarna erum við svona í tilefni af því að Helgi Magnús Gunnarsson að koma aftur til starfa eftir sérkennilegt frí. Það að segja að hann fór í sumarleyfi í júní, svo var hann kærður af Solaris, samtökum Semu Erlu Serdar fyrir að tala illa mann sem hafði verið að hóta honum og fjölskyldu hans lífláti ítrekkað yfir langan tíma. Hann tjáði sig opinberlega þann mann sem vildi svo til að var handhafi alþjóðlegar verndar hér á Íslandi, Kevin Kurani í þeim munið. Og ríkissaksóknari Sigríður Friðjónsdóttir ákvaða að fara fram á það dómsmálaráðherra að Helga vikið úr starfi, sem var algjörlega galið, og dómsmálaráðherra samþykkti það ekki. En við ákvaðum að þessu tilefni að fara eins yfir nokkrar ákvarðanir Sigríðar Friðjónsdóttir ríkissaksóknara sem eru sérstakar, þó ekki sem að sagt, og bera keim af því, lykta af því hreinlega, að hún sé mikill vók ríkissaksóknari sem að fari eftir þessum dyntum samtímans og blæbrigðum samfélagsins þegar einhverjir háværir minnihlutahópar eru að garga og mótmæla að þá hún mjög gjörn á að stökkva á málstað þeirra. Og til að taka dæmi þá eins og segir fjöldi mála sem hún hefur annarkvort vísa frá eða tekið fyrir hafa orðið í hitamálum. Mörg þeirra hafa fengið á sig ásýnd þess að vera undir áhrifum tíðarandans fremur en skýrum lagalegum rökum. Því hefur hún í augum gagnrýnenda verið kölluð mest í vók saksóknari landsins. Og eitt af þessum umdældu málum náttúrulega bara þetta með Helga Magnús að reyna að koma honum fyrir kattarnef af því að Sema Erla Serdar kærir ummæli Kevin Kurani. Það eitt. Það sérstaklega í ljósi þess að á svipuðum tíma, á sama tíma, þá var kæru sem var lögð fram gegn Semu Erlu og Solaris samtökunum hennar vegna mútugreiðslna. Þið aðtöð fóru í fjársöfnun og söfnuðu einhverjum 90 milljónum og það var ekki gert eftir lagarreglum. Það eru lög og reglur fjársöfnanir. Því var ekki fylgt. Það var ekki fjársöfnun og eitthvað. Síðan fóruðu með 70 milljónir króna í reiðufé úr landi og það eru skýr lög á Íslandi það að þú mátt ekki fara með hærra en $10,000 í reiðufé og ég man ekki hvað $10,000 eru nákvæmlega. Það eru sem sagt $10,000 eru 1.000.000 3,9 1.396.000 og þú mátt bara fara með 1.396.000 í reiðufé. Þau fóru með 70 milljónir. Ok, það ekki brot á lögum? Já. Hreint og klárt, ok. Síðan hitt að þau viðurkenndu að þau fóru með og greiddu embættismönnum í Egyptalandi $5,000 per haus sem þau fengu út. Þannig að það eru bara mútur. Það er bara hreint og klárt. Þannig að þeir eru búin að viðurkenna mútugreiðslur. Það var kært og hvað gerir ríkissaksóknari? Nei, við ætlum að ekki ákæra. Við ætlum bara að vísa þessu frá. Á sama tíma hún vildi koma Helga fyrir kattanef. Þetta mjög sérstætt. Það verður að segja eins og Síðan það þannig að leiðir Semu Erlu og Sigríðar Friðjónsdóttur voru ekki að liggja saman í fyrsta skipti þarna, heldur fyrir einhverjum 8 árum síðan. Þá kærði Semu Erla einmitt útvarpsmanninn Pétur Gunnlaugsson fyrir hatursorðræðu og lögreglan skoðaði málið og hætti rannsókn eða vísaði frá. En þá kom Sigríður Friðjónsdóttir og sagði, herðu, bíddu, okkur ekki vísa þessu frá, ég vil ákæra, ég vil fara með þetta alla leið. Hún tók það upp, sérstaklega. Og hann var ákærður, Pétur Gunnlaugsson, þurfti að mæta fyrir dóm en var á endanum reyndar sýknaður fyrir hatursorðræðu, vegna þess að þetta var eitthvað ruglmál og tjáningarfrelsið bara sigraði. En núna Sigríður komin í enn eina herferðina gegn tjáningarfrelsinu og við töluðum það áðan með Eld Smára Kristinsson. Það eitt. Síðan það Páll Vilhjálmsson bloggari sem að þegar hefur verið ákærður, þó Eldur sé bara að bíða eftir ákæru. Og síðan kona norður í landi sem að ekki nafngreind í þessari umfjöllun
sem undir þessa sömu sök sett og þá að tala að þetta fólk sem hefur gagnrýnt aðkomu samtakana 78 að fræðslu barna í skólum og það kært fyrir það. Og eins og við segjum hér að ræða frjálsa umræðu í lýðræðisþjóðfélagi og ekki alveg skýrt að lögreglu og ákæruvald eigi að skipta sér af hvaða skoðanir borgarar hafi á samfélagsmálum. Sá háttur vissulega hafður á í lögregluríkjum eða trúarríkjum eins og í Afganistan, en fer ekki alveg saman við viðteknar hugmyndir vestræn gildi og tjáningafrelsi sem hornsteinn þeirra. Síðan má nefna misræmi í öðrum málum, til dæmis mjög ábyrjandi og skýrt mál, að það fjárkúgunarmál Arnars Grant og Vítalíu Lazareва. En rannsókn þess var hreinlega hætt þrátt fyrir að áþreifanleg sönnunargögn hafi legið fyrir í því máli. Þeir sem hafa séð þau gögn vita hvað ég að tala og það eru upptökur og það eru e-mailar og það eru vitnisburðir að það var fjárkúgun sem átti sér stað og það áhugavert að bera þetta saman við til dæmis fjárkúgunarmáli gegn Sigmundi Davíð eða þeirra systur tvær voru að reyna að fjárkúga forsætisráðherra og vildu hafa á honum 8,5 milljónir króna og þær voru ákærðar og þær voru dæmdar en það má eiginlega segja að sönnunargögnin hafi verið bara meiri og áþreifanlegri þó að þær voru reyndar systurnar voru gripnar einhverjar út í hraunni eða sem ætlaði að taka við peningunum en það voru ekkert síðri sönnunargögn í Vítalíu-málinu og þar voru upphæðirnar margfalt herri. Hún vildi fá 150 milljónir króna eftir skatt. 300 milljónir króna ætlaði hún að fá í fjárkúgunarmálinu. Hótaði að rústa lífi nokkura manna ef þeir myndi ekki borga sér 300 milljónir króna og þegar að þeir urðu ekki við því þá fór hún einmitt í þann leiðangur. Hótunin var full framkvæmt, hún fór og kom fram í viðtali hjá Eddu Falag til munnið og rústaði æru þessara manna með ljúgvitni. En þetta var fjárkúgunarmálið, því var bara að vísa frá og það engar haldbærar skýringar í raun og veru á því. Síðan það ákvörðun Sigríðar Friðjónsdóttur að ákæra knattspyrnumanninn Albert Guðmundsson, landsliðsmann í knattspyrnu, en þið munið að hann var kærður fyrir kynferðisbrot og þessi ákvörðun að ákæra var vægast sagt umdeild. Málið hafi verið fellt niður af héraðssaksóknara í febrúar þar sem það þótti ólíklegt til sakfellingar. En hins vegar þá ákvað Sigríður að lokum að taka málið upp á ný og ákæra Albert og það fór svo fyrir dóm og hann var sýknaður. Þetta var bara algjört rugl. Nú á sama tíma og stór málur látin niðurfalla hefur Sigríður tekið ákvarðanir sem margir telja skjóta skökku við. Þar má nefna mál sem að snýra að hjúkrunarfræðing sem að nýlega var ákærð fyrir manndráp en mikill skortur á sönnunargögnum að það hafi verið einhver manndráps ásetningur þar. Þetta mál líka sérstætt og athyglivert þegar það borið saman við plastbarkamálið þar sem að læknar voru sakaðir stórfellt gáleysi en því var ekki fylgt eftir með sama þunga og hjúkrunarfræðinga greið þarna sem að búið að draga í gegnum réttarkjöri núna í áraraðir. Einhver kona sem var bara að sinna vinnunni sinni og maður sem dó út af þetta var eitthvað svona öndunarpípa sem að stíplaðist eða eitthvað og þú ert að vinna vinnuna þína, hjúkrunarfræðingur í góðri trú, gerist eitthvað svona og þú ert bara dregin í gegnum réttarsali ár eftir ár og ákærð fyrir manndráp. Þetta rosalega hart og svo framvegis og við endum þetta á að segja þessi röð ákvarðana hefur gert það að verkum að Sigríður hefur fengið á sig orðspor ríkissaksóknara sem sveiflast með pólitískum vindum og þrýstingsserviskuhópa fremur en að byggja ákvarðanir sínar á skildum og skýrum lagalegum forsendum. Fyrir vikið stendur hún nú frammi fyrir aukinni gagnrýni úr ýmsum áttum, bæði frá almenningi og lögfræðingum sem telja hlutverki ríkissaksóknara eigi að vera óháð tíðarandanum. Einn lögmaður orðaði þetta þannig að ríkissaksóknari gerði sér að leika ákæra til að sjá hvaða dómstólar hleypa saksóknaranum langt í að móta leikreglur samfélagsins. En það ekki hlutverk ríkissaksóknara að fara í veiðiferð til dómstóla til að fiska í gruggugu vatni. Ríkissaksóknari á að fara að lögum, líkt og almenningur, og ekki beita ákæruvaldinu nema yfirgnæfandi líkur sér á að lög hafi sannarlega verið brotin. Ef ríkissaksóknari á að njóta traust þjóðarinnar
ljóst að ákvarðanir hennar verða að standast bæði lagalega og siðferðilega skoðun. Hvort Sigríður Friðjónsdóttir takist að vinda ofan að fyrir gagnrýni sem hún nú stendur frammi fyrir á eftir að koma í ljós. En já, ég get bætt í hérna við, maður hefur heyrt sko, og það sé náttúrulega ekki, það er þannig að konan hennar Sigríðar, hún var að vinna á Landspítalanum og var víst sagt upp störfum, hef ég eftir áreiðanlegum heimildum, og það eru svona einhverjir sem eru með svona, þú veist, er að velta því fyrir sér hvort að þessi þunga sókn gegn hjúkrunarfræðingi á Landspítalanum sé, þú veist, eitthvað svona tengt því, ég ætla ekki að fullir að neitt um það, en þú veist, þetta er svona óþægilega skylt mál, en þetta er allt samt mjög skrítið, hvernig þessi ágæti ríkissaksóknari okkar vinnur. Og ég fagnaði mjög að Helgi Magnús Gunnarsson sé að mæta aftur til vinnu í dag. Það kemur einmitt fram hérna í Morgunblaðinu að Helgi Magnús sé að mæta til vinnu og það er svona spennandi að hvort að koma einhverja fréttir af skrifstofunni, hvort að Sigríður Friðjónsdóttir hafi ákveðið að brjóta odd af oflæti sínu og halda áfram að vinna með Helga Magnúsi. Þetta er spennandi, það verður bara að koma í ljós. Fá einhverja fréttir af þessu. Ég vil fá hans ríkissaksóknara. Já, ég vil það líka. Mér finnst að hann hafa sýnt það bara í tali og áherslum að hann er með svona miklu réttsýnni nálgun á þessu. Er það ekki bara forsætisráðherra sem skipar ríkissaksóknara? Hvernig er það? Jú, minnir að þessi. Já, dómsmálaráðherra. Þannig að það er ekkert að fara að breytast. Nei, öllum líkindum ekki með þessari nýju ríkisstjórn. Nei.